Skipta skoðanir mínir einhvern mál. Mér finnst það svo ótrúlega mikilvægt. Legðu þitt að mörgum til að gera beðið betri stað. Það er eitthvað sem Indiana Nanna Jónsdóttir, þjálfari, eigandi og stofnandi Go Move, móðir, Já. góð vinkona. Já. Velkomin 24/7. Takk fyrir og takk fyrir að bjóða mér. Mjög gaman að fá þig. Já. Opnaði þetta, Go Move er? Go Move er eitthvað sem að ég þannig séð fór að stað með í janúar 2018 þegar ég byrjaði að þjálfa þó svo að það hafi ekki heitið Go Move þá kom nafnið svona aðeins seinna. Go Move er, hvað ég segja, þetta er svona hattur. Það er svona margt sem nær undir þetta. Það er minnst þetta vera hvatning, orðið go, svona go, áfram, let's go og move er bæði movement eins og hreyfing eða movement eins og bylting. Þetta heitir í raun Go Move Iceland og var alltaf svona að hugsa sem eitthvað svona upphafspunktur í því sem ég var að gera og svo getur svona margt náð undir þetta. Eins og draumurinn minn í rauninni með Go Move er að þetta verði plattform fyrir aðra, ekki bara fyrir mig, til þess að í rauninni koma sínum hugmyndum á framfæri. Þú veist, mér langar í framtíðinni að aðrir þjálfarar eða aðrir sem eru að gera eitthvað í svona heilsubransanum, að þeir muni geta nýtt sér plattform Go Move til þess að koma sínu á framfæri. Af því að það eru mjög margir sem eru með eitthvað konsept, eitthvað hugmyndir, eitthvað sem langar að gera, en þeir hafa kannski bara ekki, þú veist, er ekki með heimasíðu, veit ekki hvernig er að setja saman netnámskeið eða fjarþjálfun eða eitthvað svona á netinu og þá langar mig að Go Move verði svona plattform eða eitthvað svona heimili fyrir þessar hugmyndir. Og ég nota, já, bara Go Move fyrir allt í rauninni sem að ég er að gera. Þú veist, mín netnámskeið, mína þjálfun og bara svona verkefnin sem að ég er að brasa í hverju sinni, sko. Þú að því útskrifast úr lögfræðina hana, einhvern tímann, sem var hana rétt fyrir áður, en síðan kynnistu Finnur ávæntarlega hana líka í milltíðinni. Já. Og við kynnumst þegar ég er ennþá í námi, sko. Þú ert ennþá í námi, já. Og síðan tekur þú svona, ég veit ekki, kannski, ég myndi ekki segja óvæntarbyggi, en þú veist, þú ferð og stofna bara business og svona, maður tók eftir einhvern veginn að hreyfing og allt frá hreyfingu í mataræði, svefn, allt þetta svona greipið einhvern veginn og þú fórst bara og keyrðir á það. Ætlaðir alltaf að gera þetta? Nei, bara alls ekki, sko. Ég var náttúrulega í handbolta þegar ég var yngri og stundum var ég að hugsa svona, hvort mig myndi langa til þess að þjálfa eitthvað í handbolta. Og ég hugsa alltaf bara, vá, nei, ég myndi ekki vilja vera þjálfari, mér myndi ekki þykja það skemmtilegt, sko. Svo fór ég í lögfræðina. Það var í rauninni bara svona, kannski ákvörðun að gera eitthvað sem hræddi mig. Mér fannst lögfræðin bara svona almennan í HÍ, hún var rosa eitthvað svona, það var svo óyfirstíganlegt verkefni einhvern veginn að klára það. Þannig að ég ákvað að gera mér það, að henda mér það og mér fannst lögfræðin í rauninni bara, hún var þannig sér mjög skemmtileg, sko. Námið var mjög skemmtilegt og mér gekk alveg bara svona ágætlega vel, en bara svona með tímanum þá fann ég einhvern veginn, þú veist, ég var svona síðasta árinu að klára bara grunninn, að klára B-námið, þá fann ég einhvern veginn bara svona að áhuginn minn var að leita annað og ég var ekki einhvern veginn svona ótrúlega spennt fyrir því að halda áfram, fara í master, halda áfram að vinna á stofunni sem ég var á. Ég var mjög þakklátt fyrir einhvern veginn svona öll tækifærin, ég var búin að svona sækja mér mikið af svona litlum verkefnum og starfsnámum og svona sem að gat hjálpa mér með framhaldið, en ég fann bara að það var eitthvað sem vantaði og ég og Finnur, við hefum bara mjög oft rætt þetta var bara svona tímabil í mínu lífi sem var alveg frekar langt, sem var bara frekar erfitt, sko. Af því þetta var bara pínu svona, ok, nú er ég allt í einu komin hingað, ég er einhvern veginn svona byrjuð að fara út á þessa braut, ég er að klára þetta nám, er ég að fara í master, ég er komin hérna með svona hálfpartinn vinnu, er ég bara að fara að hætta við, hvað er ég að fara að gera þá? Og örugglega þessi pæling líka bara einhvern veginn að svona
að þú veist, þegar þú ert stór þá verður eitthvað og þú ert bara að feta þennan mennta veg og bara halda áfram og svo allt í hérna, svo vinnur þau upp í einhver fyrirtæki eða hver sem þú ert og ert þá bara orðin eitthvað. En þarna var ég held ég bara svolítið bara svona að læra og átta mig á því að maður þarf ekki að festa sig eitthvað þar og það má alveg stoppa, taka pínu pásu og finna bara svona þess út úr því hvað það sem að mann langar til að gera. Og ég held ég hef alltaf sett svona, þú veist, bara eðlilega og það þetta gott að setja bara pressu á sig, bara sjálfsögðu og hérna sett alveg pínu pressu á mig í náminu og svona sem bara gott en mér fannst svona að ég vildi ekki einhvern veginn þvinga mig í að halda áfram, fara í masterinn halda áfram ef að ég fann bara innst inni að þetta var ekki málið. Mjög þakklátt að hafa samt farið í háskóla, tekið þetta nám af því að það er svo típist þeim þetta, þú veist, ef maður hefði ekki gert það þá hefði maður alltaf verið eitthvað, ef ég hefði farið í háskóla, þú veist, hvað hefði þá eitthvað. En ég fór bara og vann í 1,5 ár sérst eftir BA-námið, ákvað bara einhvern veginn að þess að bara pása og sjá til, fór að vinna í 1,5 ár og Finnur fór til Noregs að spila fótbolta og ég fór með honum og áhugið minn sem sagt þegar ég var að klára lögfræðina á bara einhvern veginn svona hreyfingu og bara styrtaræfingum og hóptímum og svona stemningu og eitthvað var bara alltaf að aukast. Sérstaklega eftir handboltan þá svona vantaði mig svolítið eitthvað til þess að gera bara svona hreyfingarlega séð og ég bara einhvern veginn fylgdi þessu. Ég bara fann að ég bara, þetta var bara eina sem ég var að skoða á netinu, þetta var eina sem ég var að pæli, mér langaði svo mikið að stúdera þetta og náttúrulega bara einhvern veginn svona hugafarspælingar úr íþróttum, úr handboltanum, einhvern veginn svona nýtist manni rosalega vel í þessu og svo bara endanum fatta ég skilur ég bara að fara að vera bara alveg eins og pabbi skilur, allt í einu ég bara orðin þjálfari og fattaði eftir á bara eitthvað svona ok, þú veist, þetta meikar þetta sens en hérna, þannig að það er eiginlega bara málið, bara fór í lögfræði ég lærði margt á því en mér fannst það bara ekki alveg verið að henta stoppaði, hugsaði og fór bara eftir svona raunverulegum áhuga. Það sem var að grípa, þetta er svo góðu punktur að því þú væntanlega þið farið til Noregs þá er það árið 2015 eða ekki? Jú. Og þá ert þú bara 23. Já. Og þannig, og því að sko eða ungt fólk eins og nefndir áðan, ungt fólk er svo velta fyrir sig bara verður svolítið svo yfirþyrmandi, hvað ætla að gera í lífum mitt, bara það setur svo mikið undir á að velja hvað að vera að vinna, hvað að læra, en þú veist sem er allir bara að gera eitthvað, það fyrir einhver í lögfræði, þú áttaði á því, í lögfræði, ég prófaði þetta, ekki fyrir mig, ég er eitthvað að spyrja mig spurning, ætla að slaka á og fara að prófa að vinna, ár, ok, það er eitthvað annað að grípa með hana, hreyfing eða eitthvað, prófa það og það einhvern veginn bara fer með á einhverja slóðir, skilur, þannig að þú veist, þetta er ekki svona, þarf ekki að vera svona yfirþyrmandi, sko. Því það er alltaf eitthvað að fá út úr því sem maður gerir, af því að þú veist, þú fórst í lögfræði, áttur að lögfræði er ekki fyrir mig, skilur, eða þú fórst að vinna einhver staðar, þú bara, þetta er kannski ekki alveg það sem ég vil gera, skilur, þá finnur þau allt í einhver aðgrein. Mér slíka núna einhvern veginn svona, ég skil svo miklu betur svona fullorðna fólki í kringum mig eða svona fólk sem maður var að tala við svona þegar maður var á þessum tíma kannski eitthvað svona að velja hvaða nám maður ætlaði að fara í eitthvað svona að þá var það alltaf eitthvað svona já bara ekki taki svo alvarlega og bara endilega þú veist bara taktu þér hérna ári pásu og þú vilt og þú veist ekki ofhugsa þetta og eitthvað svona og maður var alltaf bara hvað meinar þetta er ótrúlega alvarlegt þú veist ég er bara að fara að velja ég er bara að fara að skilgreina mig skilur hvað er ég að fara að vera en maður skilur svo mikið eftir á bara eitthvað svona þú veist auðvitað bara mennta sig læra bara maður lærir öllu í rauninni og hérna og þú veist þetta tímabil í alvörinu fyrir mig bara eins og þannig 2015 þú veist það var margt ótrúlega svona spennandi í gangi skilur við byggum úti og eitthvað en á sama tíma var ég að fara í gegnum bara svona eftir á frekar erfið tímabil í mín lífi sko en svo bara eins klísjukennt og það þá horfum maður tilbaka og bara já, þetta var ótrúlega erfið tímabil en þú veist, hvert er maður komin í dag þú veist, af því þessi erfið tímabil fá mann alltaf til þess að bara virkilega þú veist, fara onni í kjölinn og endurskoða og bara herði, ok, þetta er ekki alveg að virka hérna, þannig ég þarf bara að prófa eitthvað annað og svo kannski kemur eitthvað út úr því og þú veist, það kom eitthvað út úr því allavega hjá mér þannig. Já, það er langt ofta sem að kemur einhver stór þroski út úr einhverjum
sásuga, sko, og maður sjáu það ekki þá, sko. Hvaða bók hefur haft mest áhrif á þig og hvað lærðir af henni? Sko, fyrsta sem dettur í hug, ég er ekki mikil bókatýpa, sko. Ég ætla alveg að segja það bara hér strax, ég ætla að vera hreinskilin. Mér langar að, þetta svona, þú veist, mann langar alltaf að lesa allar bækur og lesa allt og skoða allt, sko. Ég er mikið að hlusta á hlaðvörp, en hef lesið einhverja bækur og fyrsta bókin sem ég datt í hug var The Subtle Art of Not Giving a Fuck, eftir Mark Ronson. Hún er svona lítil appelsínugul, hún er mjög skemmtileg. Hefur lesið hana? Já, það er svona mjög auðvelt að lesa hana. Hún er mjög bara svona, þú veist, ég man bara, ég var eitthvað svona upp í rúmi og var að lesa hana og ég var stundum bara að hlæja. Já. Þú veist, ég var stundum bara svona, og þá var ég að hlæja í alvörunni að sjálfri mér. Bara eitthvað svona, oh my god, bara maður er svo mikill auli. Þú veist, maður er alltaf að taka sér svo ótrúlega alvarlega, maður er alltaf að taka lífinu sínu svo ótrúlega alvarlega og bara eitthvað svona, þú veist, bara ef ég þú veist, ger ekki þetta og ef ég, þú veist, massi ekki þetta þá bara, þú veist, eitthvað svona og svo bara les maður eitthvað svona og þú veist, eins og hvernig hann talar og bara svona, hann er að tala bara svona, þú veist, þú getur ekki, þú ert bara með x mörg bara fucks sem að, þú veist, þið getur bara verið sama einhvern veginn x margt í lífinu þú veist, lífið er bara þjáning, það er bara þjáning og bara, ég meina, þú veist allir sem eiga börn vita bara að það er mesta þjáning í heimi en það er samt auðvitað mesta bara guðsgjöf og bara hamingja í heimi líka þú veist, þannig að þú þarft alltaf bara að velja fyrir hvað ert þú tilbúin að þjást og maður er oft svo mikið að þjást að óþörfu, skilur að velta sér upp úr einhverju eða bara eitthvað svona gera eitthvað mál úr einhverju sem að er bara ekki svona mikið mál þannig að mér varst þessi bók vera svona bara og svo straight to the point og svo mikið að tala eitthvað svona því að það er svo mikið ofta eitthvað svona þú veist, ég á stundum erfitt með þegar svona of mikið eitthvað svona svona vera að nota eitthvað svona fancy orð og eitthvað svona eitthvað svona hér, en mér varst þetta að vera bara svona á mannamáli og bara hættu þessu rugli, hættu að væla lífið er erfitt, þú veist, ok, höldum áfram það þurru. Þú veist, þú orðað svo vel hann að velja hvað úr tilbúin að þjást fyrir og að grípa sjálf sig þegar maður er að leggja umfram þjáningu heldur en þjáningin sem er það að vera á lífi, skilur. Að sjálfsög, menn eins og bara að velja að fara í erfitt nám eins og þú ert að fara að gera, þetta er að fara að vera þjáning, þetta er bara að fara að vera ótrúlega erfitt og ótrúlega krefjandi og þú ert að fara að flytja bara erlendis og eitthvað skilur en þetta er bara þjáning sem þú velur þér af því að þú veist að þú ert að fara að fá síðan eitthvað meira í staðinn. Já, gefa mikinn tilgang og hjálpa mér að vera betri sem ég ætla að vera betri í og allt það sko. Já. Algjörlega. Ég er sammálaðið með þessa bók að ég held hún væri bara skiluru hann væri bara svona þið eru bara að vera saman allt og svona sem var bara djúpara sálfræða heimspeki í þessu sko sem ég fílaði og bara svona á tandurhyrni íslensku við getum orðað þannig sko. Já, og ég líka fíla einmitt sko þegar einhver kemur, þú veist, er með svona góðar pælingar og góðan fróðleik og það er bara gaman að lesa það. Þú veist, það er ekki, þú veist, eins og því að vera í lögfræðinni þá er oft svona talað sko að þú veist, það var svolítið stundum sett út á bækur sem voru sko svona, þú veist, á fræðilegu máli út af því að þú veist, er markmiðið ekki að kenna og að fólk læri og ef að eitthvað er bara flókið eða þú veist, þú lest það og þú skilur ekki einu svona hvað er verið að tala þú veist, þess vegna ég, þú veist, eins og skilur Jordan Peterson, hann er ógeðslega flottur og bara með fullt að, þú veist, ég verið ekki svona alveg, kafa mjög djúpt og niður sem hann er að gera, hann sumt svona því ég lesi eitthvað sem hann skrifar, þú veist, ég á stundum bara svona, að bara hausinn er út allt á mér svona pínu erfitt stundum að ná utan pælingarnar hans, veistu hvað við það er svona fíla ég svona að því ég lesi ekki það mikið að taka eitthvað svona stutt sem er svona aðeins léttara en er samt einhvern veginn að fara að gefa mér eitthvað fattarðu? Ég skil það mjög vel sko. Þú náttúrulega gafst út bók sjálf sem væntanlega hafði þetta í huga líka og mér fannst ég allan að hafa þetta í huga með fyrstu bókinu minni, þá var ég og er reyndar seinni bókinu líka, þóttu sé aðeins verður aðeins lengri þegar hún kemur út sko, en þá er ég að reyna að bara segja sem vísindin og mín reynsla gefa til kynna að geti hjálpað fólki að eiga við lífið á mjög einfalda máta, bara eins einfaldar og mögulega hægt er sko. Af því að þú veist, þetta er flókið þá bara, maður þekkja það sjálfur, maður bara nennir ekkert að lesa sko. Ég veit það, þetta er bara eins og, þú veist, bara í þjálfun hjá mér, bara, þú veist,
þú veist, ég verður líka að átta mig á því að, þú veist, iðkandinn sem kemur til mín, hann hefur áhuga að læra, skilur, væntanlega kannski eitthvað tengt bjöllum, ekki svoleiðis, að því að minn áhuga er kannski mestur þar, en þú veist, ég hefur örugglega kannski aðeins meiri áhuga, þú veist, ég kafa dýpra, þú veist, ég er að stúdera þetta og pæli þessu á hverjum degi, en markmiðið mitt er alltaf síðan að fara með mína þekkingu inn á æfingu til iðkandans og reyna að kenna honum bara réttstöðulyftu eða ketilbjöllusveiflu með bara sem bara fá orð, einföld orð, eitthvað svona sem hann getur munað, eitthvað sem hann sér fyrir sér, þú veist, þannig að þetta sé ekki of flókið, að því ef ég hendi bara 20 punktum á hann og tala einhverja anatómíu og eitthvað skilur, þá skilur hann ekkert og þá lappar hann út og hann er bara miklu rugglaðri, þú veist, bara núna heldur en hann var áður en hann kom inn til mín, fattur þannig að þetta er alltaf bara, þú veist, það er svo einfalt skilur að vera með eitthvað svona cue og eitthvað svona myndir eða eitthvað svona, þú veist, sem að fólk virkilega getur svona tekið með sér. Já, þetta er smá svona pínu oft less is more, sko. Já. Og hérna, af því að ég man einhvert Einstein sagði að þú getur ekki útskýrt pælinguna hérna fyrir bara ungu barni, að þá skilur pælinguna ekki nógu vel, skilur mig. Já. Og oft líka, þú veist, eins og þú þekkir þú ert komin djúpt onni, þú veist, allt þetta stöf, búin að, þú veist, mennta þig og sækja alls konar námskeið í þessu og þar fram til göttunum og bara þetta er búið að drífa áhugaðan síðustu ár, hann er menntalega þú ógeðslega djúpt í og þá heldur þið finnst það eitthvað sem sjálfsagðar hlutur, skilur og þá allan talaði fyrir sjálf mig þá gleymir maður bara grunninum og grunnskilabónum sem bara manni finnst svo basic en er ekki basic, skilur Nei, einmitt. Svo er einhvern veginn svona því meira sem maður einhvern veginn telur sig vera að læra eitthvað því meira kemst maður að því að maður veit ekki neitt, ekki neitt, sko. Þú veist, ég er alveg bara stundum er ég bara þar að ég er bara svona ok, nú þarf ég bara að fara að hætta að kenna fólki eitthvað út af því ég veit ekki neitt, skilur, bara imposter syndrom bara á hæsta leveli, sko en þú veist, auðvitað er það ekki þannig, þú veist, auðvitað hefur maður vissulega kannski eitthvað fram á að færa og maður bara, þú veist, gerir sitt að sjálfsögðu. Algjörlega. Hvað hélstu einu sinni að vera satt sem út öðru máli í dag? Er eitthvað sem þú þurft að aflæra? Sko þessi spurning, að því ég veit að það vart með svona spurningar og ég hef náttúrulega hlustað á þættina og ég var svona ótrúlega markvisst að reyna bara svona ekki reyna að muna hvað spurningar eru, að því ég vildi ekki mæta eitthvað svona með eitthvað undirbúið, en þetta var í alveg eina sem ég bara ég myndi þetta, sko og þú veist, aflæra er bara, þú veist, bara ég held að sé bara endalaust. Hvað er margt sem maður hefur bara eitthvað svona þetta er málið og svo bara í alvörinu daginn eftir er maður bara eitthvað ok, nei ég held að svona mikilvægast það er bara að ekki ákveða eða ekki fylgja ekki halda að maður sé bara 100% komin með eitthvað rétt svar við ykkur. Þú veist, við erum alltaf svona pínu að efast og pínu forvitin og og ekki bara ákveða eitthvað sem bara sett í stein, fattar mig, af því að ég held að við erum bara svona bæði, þú veist, hvort sem það tengist mataræði, hreyfingu, hugafari, bara félagslegum tengslum, þá er maður einhvern veginn alltaf að læra eitthvað nýtt og maður er alltaf einhvern veginn að afsanna einhverjar kenningar sem maður var búin að þú veist, segja sjálfum sér. Þannig já, ég held að sé margt sem að ég hef aflært, sko. Ég er að hugsa kannski eitthvað svona sérstætt, sko. Gæti verið, já, ef ég hugsa í tengslu við æfingar, mér fannst kannski einu sinni að ég þyrfti að æfa nánast á hverjum einasta degi og að æfing væri ekki æfing nema ég væri, veist, x mikið sveitt. Úrið mitt sagði mér að ég væri búin að brenna einhverjum x mörgum kaloríum eða mér liði eitthvað svona x illa eftir æfinguna, fattar mig. Þannig að kannski allar æfingar voru svolítið mikið bara keira, sprettir, veist, ógeðslega mikil sprengingi einhvern veginn öllum æfingum, bara svona high intensity einhvern veginn alltaf. En svo bara þegar ég eignaðist Hólmar, eldri strákinn minn og var ófrísk og var síðan að byggja mig upp aftur eftir meðgönguna, veist, ég man bara bara svona í fyrsta skipti sem ég labbaði inn í líkamsræktarstöð
bara, og hann var bara unga barn heima og ég allir núna bara búin að fæða barn og með barn á brjósti og bara líka minn bara einhvern veginn allt öðruvísi að þá var ég bara einhvern veginn, þú veist, ég mætti bara og ég gerði bara eitthvað svona hreyfiteyjur, ég fann bara mér var svona þess heitt í líkamannum en ég svitnaði ekkert og mér leið bara svo ótrúlega vel og ég var bara svona vá, bara ég var að hreyfa mig, ég var bara að gera svona það sem, þú veist, mér langaði til að gera og mér leið ótrúlega vel og það var ótrúlega gott fyrir mig en, þú veist, ég var ekki einu svona með æfinga úr, ég var ekki sveitt, þetta var ekki eitthvað high intensity en þetta var svona frábær æfing eða frábær hreyfing þannig að ég held að það allavega svona það sem poppar upp, sko. Þetta svo góður punktur og ég einhvern veginn, ég vissi ekki að vera þú veist, það er þetta að fara æfingu Já. og það er þetta bara að hreyfa sig, skilur Já. og ég held líka alltaf að vera bara æfing, bara Já. svitna, bara fá Já. blóðbræði munnin og bara taka á því sem eru auðvitað gaman líka sem er gaman skilur inn á milli, sko. sjálfsög þú veist, ég minna þú ert búin að hlaupa Laugaveginn, þú hlýtur nú að vita þú veist, þú fílar alveg að láta já, maður er virkur en síðan er það bara eins og þetta bara göngutúrin, eða þú veist, teyjurnar eða þú veist, allt þetta, sko Já. sem er alveg jafn mikil æfing í runni, þetta er hreyfing og þetta er holdt fyrir þig. Einmitt. Ég fíla líka ótrúlega mikið í dag, sko, þú veist, eins og þegar ég er að gera svona styrktræfingar og svona, þú veist, ég vinn alveg oft bara mjög hægt, þó svo ég sé kannski bara með, þú veist, ég er alveg með eitthvað þyngdir og ég er með bjöllur og ég er að gera hnébeygju og svoleiðis, og það er samt einhvern veginn, þú veist, ég meira bara einblína á bara, þú veist, að fara í fulla hreyfigetu, skilur, fara dýpra, í meiri teygju, skilur, þú veist, vinna styrk í, skilur, í svona endastöðum til þess að auka skilur hreyfigetu og bara einhvern veginn svona hugsunin er orðin aðeins önnur, þú veist svona þegar maður var kannski að byrja með, þú veist, það var maður einhvern veginn meira að hugsa bara, þú veist, já, þú veist, ég þarf að vera hérna í formi, ég þarf að vera, þú veist, sterk, ég þarf að, þú veist, eitthvað að brenna ykkur eða eitthvað svona, þú veist, en í dag þá er þetta bara einhvern veginn, þetta snýst bara aðeins annað og þú veist, auðvitað vill maður vera í eitthvað svona góðu standi eða góðu formi eða eitthvað þannig en það er meira bara svona, kannski afleiðing eða ávinningur af því að bara huga næringu, huga svefninum, huga öndun, huga veljíðan, þú veist, tengslum við börn og maka og vini og eitthvað svona, það þurfi. Svona heildarni sína á heilsuna, basically. Já. Bara algjörlega og líka kannski fyrir mann sjálfan, sko, bara aðeins að droppa egónustundum, sko. Ég þarf, fyrir hvern er ég að taka 5 kílóum þyngra ef ég tek bara lyftuna verra, skilur við? Einmitt. Og svo, þú veist, einmitt, svo getur maður lendið bara að maður fer eitthvað aðeins overboard og þá getur maður kannski ekki eftir í smá tíma og þá er maður bara pirraður út í sjálfa sig því að bara, þú veist, ég hefði alveg getað bara chilla aðeins þarna og þá hefði ég getað tekið, skilur, mínar, að því að manni finnst gaman að mæta og æfa sig og sjá hvað maður getur gert og eitthvað og þú veist, þú getur ekki mætt að því þú fórst fram úr þér á einhvern tímapunkti, þú veist, þá er það ekki skemmtilegt, sko. Nei, algjörlega. Mér langaði til að stoppa þáttina aðeins og þakka styrktaraðilum podcastins en Lavazza og Sumac eru trausti styrktaraðilar ásamt þeim sem ég nefndi í byrjun og Lavazza er alvöru ítalskt kaffi, hylki sem er umhverfisvæn kólusöfnuð og passa í allan espresso vélar og ég er búin að vera að dæla þess í mig enda mikill kaffikall og ég mæli eindreið með kaffinu frá Lavazza enda eru að tala framúrskarandi ítölsk bragðgæði þar. Sumac er náttúrulega bara langbesti veitingastæður á Íslandi. Ég er búin að vinna mikið með grillu lambarífunar undanfarið og ásamt því smakka sko grilluð kjúklingalæri fyrir náttúrulega alltaf í grilla ostursveppi og grillar halloumi líka. Það er mjög gott. Ég mæli með hummusinu og flatbrauð og ef þú ert í ekstra góðum gýr þá ferðu náttúrulega bara í sjörétta matseðilinn sem er mese og tekur ég að vel vínpöru með. Og ef þú vilt bara fagna einhverju, eiga góða stund með vinum eða fjölskyldumælumum eða eiga bara í góðri upplifun í góðum anda sem jákvætt starfsfólk ríkir og góðum matur þá tikkar Sumac í öll þessi box og ef þú ert ekki búin að prófa að fara Sumac þá ættir að gera það og ég get sagt það að þú verður ekki svikinn af því að þetta er sá allra besti staður sem þú getur farið á ef þú vilt fagna einhverju eða gera vel við þig og þína. Takk kærlega fyrir að hlusta og ef þið eru í stuði þá með ég fara á YouTube og subscribe á podcast appinu og gefa mér einhvern og followa mig á Spotify.
annars bara þakka ég ykkur kærlega fyrir að hlusta af því að án ykkar þá væri engin þáttur, þannig að ég verð alltaf fyrir miklum bara jákvæðan tilfinningum þegar ég hugsa út í það að þið séu að taka tíma frá ykkar degi í að hlusta og horfa á mig og ég er virkilega ánægður með það og það heiður fyrir mig og takk einlega fyrir að gefa ykkur tíma í að hlusta á það sem gestirnir og ég höfum að segja. Takk hérlega. Hvaða ráð hefur þú fengið varðið þína sérfræðikunnáttu sem það magna og vill deilaði með okkur? Er það ömurlegt að þú þurfum að vara okkur við því? Það ömurlegt, að þú þurfum að vara okkur við því? Að ég þurfum að vara ykkur við því. Getur þú gefið mér dæmi það? Sko ég veit eitt svona ráð sem ég hef fengið sem tengist pínu, þú veist þessi sem við vorum að tala sem er sko varandi svolítið svona þetta hæga sko en ég fatt ekki alveg að vara við því. Já, sko ég vil bara máttu ráða hvort þú komið magna og vill deilaði með okkur. Eða þú fengið eitthvað ráð sem finnst bara það ömurlegt að þú þurfur að vara aðra við því. Eins og ég tek oft dæmi þegar ég var í menntaskóla, það var einhver spaði í MR sem var búið í menntaskóla og sagði bara Beggi, ferðu bara gerði þetta bara með lágmarksvinnu, skilur og þú veist, og ég bara svaf í tímum og gerði þetta með lágmarksvinnu, en ég hefði frekar vilja heyra bara, gerði þetta almennilega. Lögnin samt framan á borðinu í menntaskóla, sko. Já, hún var heldur góð, sko. En þú veist, mér finnst það ömurlegt ráð til dæmis, sko. Já, það er ekki frábært ráð, sko. Já, ég má sjá eitthvað ráð, sko, það sem ég hugsaði samt áðan var þetta í tengslum við þetta hæga sko, var svolítið að hægt fallegt og tengir svolítið svona styrknum skilur að slow is strong and strong is beautiful. Mér fannst þetta vera svona, þetta var einmitt á tímapunkti svona það sem í svona minni lærdóm svona ferð sem þjálfari, það sem ég var svolítið svona að skipta kannski yfir úr svona meiri svona, þú veist, go þjálfun í svona aðeins, kannski meiri svona, þú veist, dreifa álæginu betur, aðeins meiri skynsemi, aðeins meira svona langlífispælingar líkamlega séð og það ráð kom svona á mjög góðum tímapunkti á svona námskeið sem var í New York hjá Onnit. Já, sem er ketibjöllu. Það er meira líka en sem Joe Rogan og Aubrey Marcus stofnuð, það er svona, þau eru með svona akademíu en eitthvað svona sem það þarf að vara við ég veit ekki sko, ég skal hugsa, kannski kemur það eftir Já ég er að hugsa líka hvort það sé eitthvað ég fekk eitthvað tíman frá einum aðalega, þú veist jú, ég get alveg sagt það en þú veist, þegar ég var að byrja dóttorsnáminn í HÍ og súpervæsarinn minn sagði bara, nú ertu bara, nú ertu að vera doktor í Beggi, sko, doktorsnefni Beggi, skilur áttu bara svona að bóksa með inni, skilur og vera allt í einhver annar en ég var, sko Já en þú veist, ég vil alveg geta verið bæði típan sem er bara á bollu með tattu en líka bara sneftur og finn, sko Mér finnst þetta ótrúlega góð pæling út frá, sko, að skilgreina sig og líka þetta með að taka sér ekki of alvarlega út af því að maður dettur stundum í það einmitt að bara svona já, nú er ég búin að skilgreina mig sem eitthvað, þú veist, ég á að vera hollibeggi eða ég á að vera doktorsnemi, ég á að vera, þú veist, svona og haga með svona eitthvað, en þú veist, maður þarf líka að kunna bara svona svolítið að aðskilja sig frá því sem maður gerir, fattar mig og maður hugsa líka oft svona í tengslu við, þú veist, bara eins og mataræði og hreyfingu og eitthvað, þú veist, við vitum ótrúlega margt, við vitum bara að það er gott að hreyfa sig, það er gott að, þú veist, borða næringaríka fæðu, það er síðra að velja, þú veist, næringasnauða fæðu, en þú veist, af hverju borðum við samt næringasnauðu fæðinu, þú veist, auðvitað, þú veist, það er alls konar líffræðilegt og okkur svoleiðis og vísindi, en þú veist, það er líka bara svona þetta mannlega eðli, bara svona ég veit að það er ótrúlega gott fyrir mig að borða þetta og þetta, en þú veist, mig langar samt bara líka að bara gera þetta, skilur, þessi svona mannlegi þáttur að því að þú skilgreinir þig sem bara eitthvað, já, ég borða bara holt, skilur mig, og þá bara, þú veist, en stundin langar þig bara að fara frá því og bara sukka, skilur. Algjörlega, ég meina, þú veist, við mögulega bæði farið í gennum svona tímabil, sko, allan ef ég tala fyrir sjálf á mig, skilur, þá
kveði manni frekar fyrir að fara að hitta vinnina þegar maður vissi ekki hvort það var hollur matur sem maður myndi fá staðinn fyrir bara að úð í sér þessari djúsis pítsu eða nammi eða hvað það var sem maður, þú veist, og bara setja félagslegu tengslin ofar sem ég er búin að læra inn á það núna, skilur. Að því, þú veist, ég hef náttúrulega svolítið fylgst með þér í þessu ferðalagi, sko, og ég er mjög svona, og svo er þetta, þú veist, það er svo auðvelt ofta að horfa á eitthvað svona utanfrá. Já. Og vera bara eitthvað svona, þú veist, okkur chillar hann ekki bara, skilur, okkur færir hann sér ekki bara súkkulaðirúsinur, ef hann langar í súkkulaðirúsinur. En þú veist, þú ert bara í þínu dæmi og þú þarft bara að fá að gera þitt, skilur. Þú veist, hversu oft hefur maður bara eitthvað verið í einhverjum aðstæðum og einhver horfir á mann utanfrá og er bara, þú veist, okkur gerir hún ekki bara þetta, skilur. Okkur hættir hún þess ekki bara. En svo bara einn daginn þá bara lærir maður eitthvað sjálfur og maður bara fattar á og bara, vá, hvað var ég að pæla, skilur. Þú þarft ekki einmitt að, þú veist, fara, ég veit ekki, alla leið, þú þarft í rauninni að til þess, þú þarft að upplifa að til þess að geta lært af því, fattar mig? Já. Þú veist, ég tala við sjálf mig, ég þurfti að taka þessu svona alvarlega hátíðlega til þess að átta með á því, þetta er ekki alveg málið, skilur. Já, allt þínu fattar bara, ok, nú er þetta farið að hafa einhver neikvæð áhrif kannski á félagslífið mitt, þú veist, farin að finna það og þá bara svona, já, ok, þetta er ekki málið. Já, algjörlega. Algjörlega. Hver er uppáhalds tilvinnuðin og af hverju? Ekki hugsa of mikið. Ég svo sem veit ekki hvaðan þessi tilvinnun kemur en ég er með þetta í ramma heima af því að já, bara þetta, bara eitthvað svona halda í léttleikan, halda í bara ánægjuna og gleðina, bara minna sig á hvað raunverulega skiptir máli. Því það er svo auðvelt að flækja hlutina, það er svo auðvelt að taka öllu svo hátíðlega og svo bara svona, og maður veit bara að leið og því það er eitthvað svona mikið að gera og maður er eitthvað í þessu og gera svona og hérna eitthvað, en maður veit bara leið og eitthvað myndi bara koma upp á bara, ef eitthvað nákomin eða eitthvað myndi koma upp á, maður myndi droppa öllu, maður myndi bara droppa öllu sem maður væri að gera og bara fókusa á það sem að virkilega skiptir máli sem er bara fólkið og heimilið og skilur mig og ég held að þetta sé svona hluti af því bara að minna sig á bara ekki taka hlutunum svona alvarlega, ekki taka vinnunu of alvarlega eða verkefnunum of alvarlega, þú veist, þau skipta máli, þau eru það sem þau gefa manni tilgang og gefa lífinu lit og allt það en þú veist við erum hérna, þú veist, það skiptir auðvitað mestu máli. Þetta er hrikalega góð punktur. Þetta er líka bara einfalt og bara svona... Að ég held að allir, ég ætla ekki að segja allir, en margir tilhengu til að taka lífin alveg og þar er ég bara meðtalinn, sko. Já, við það stuðut að minna það bara og bara haldt í krakka niður og bara hérna, fara að leika þér eða þú ert ekki með heiminn á herðinu þér, skilur við. Já. Og þú veist, þessar ofhugsanir, það er, þú veist, það eru fyrsta lagi bara sennilega kjaftaði, öðru lagi bara, þú veist, þetta er allt saman bara eins og að vera, sko. Maður er alltaf að tala við sig. Maður er alltaf einhvern veginn að svona, þú veist, ég meina, í gær þegar ég var að fara að sofa, þá var ég alveg bara, þú veist, að bara sjá þig fyrir mér, eitthvað svona spyrja mig að einhverju og ég var eitthvað svona, þú veist, svo var ég bara, nei, hættu að pæla í þessu. En hérna, já, algjörlega, ég held að þetta snúist bara þetta, bara einhvern veginn svona áminning að bara keep it cool. Annars verður þetta bara allt saman, verður lífið bara leiðilegt, sko. Já, þetta má ekki vera of þungt, sko. Nei. Held ekki, sko. Og þetta er svolítið svona, ég held að þetta sé pínu svona rauði þráðurinn í því sem ég geri, af því að þú veist, ég er með þjálfun og ég er með hérna, svona líkamlega þjálfun og svo er ég með svona mataræðis þjálfun, ef mætti segja, og hérna, og ég held að svona markmiðið mitt einmitt þar er alltaf bara svona, hvað er raunhæft, hvað er ánægilegt, hvernig getum við styrt þessar grunnstóðir, skilur líkamlega, þú veist, líkamlega treysti, þú veist, nært okkur betur, bætt svefnin, hvernig getum við gert það á svona, og haft ekki of flókið og ekki of þungt og ekki of, skilur bara búm, búm, búm hér, fattar mig, hérna, þannig ég held að þú veist, þetta er allt svona einhvern veginn svona, já, rauðið þráðurinn í bara svona því sem ég er allavega svona að reyna að miðla í minni vinnu, sko.
En þá verður þetta líka bara viðráðanlegt, sko. Já. Þú veist, ef þú ætlar að byrja að hreyfa þig og fara bara á klukkutíma æfingu sem er bara all-in, skilur mig, það og ætlar að, og heldur því kannski í viku, skilur á hverjum degi, sem þú bara dottin í sama far, sko. Einmitt, já. Og bara svona, ég myndi aldrei vilja setja heldur, þú veist, einhverja pressu á fólk, af því að ég held bara að við setjum nógu mikla pressu á okkur sjálf, þannig að ég myndi ekki vilja, og mist vera svona, það stundum svolítið svona eins og, þú veist, það er verið að svona pínu skamma fólk, eða svona koma einhver svona skömm yfir á fólk, bara, þú veist, skammastu þín að borða svona óvallamat, eða skammastu þín að hreyfa þig ekki, fattar mig, en það eru miljón ástæður fyrir því, og þær eru margar bara mjög skiljanlegar, skilur, það er bara mjög erfitt fyrir suma að, þú veist, ég meina, einhver sem hefur bara þannig aldrei haft áhuga á matræði, áhuga á elda, áhuga á, þú veist, næringu, hefur bara einhvern veginn bara borðað það sem að þú sérði í auglýsingum, eða borðar bara það sem þú sérði að einhver er að borða Instagram, fattar mig. Þú veist, það er ekkert hægt að, þú veist, bleima, þú veist, þessari mannesku fyrir að kannski vera ekki, þú veist, að vita ekki hvað er, þú veist, gott fyrir hana, hvað er næringaríkt, eða hvað er, þú veist, fattar mig, þannig að Ég bara, þar er ég algjörlega sammála, kannski þetta er ég sem ég er búin að aflæra, að ég var svo mikið all-in bara persónulega ábyrgð og þú bara, þetta er allt undir þínum kontról, en ég hef bara samkennd fyrir bara öllu fólki, af því að þú veist, hversu erfitt er að borða hollt í daginn og hversu erfitt er í raunin að fara bara á æfingu, þú veist, það er allir, þú veist, það er svo mikið hraði, kannski fólk á kannski 1-2 börn, skilur mig, ég skil bara ekki, hvernig á maður að hafa tíma í að hreyfa sig, skoða og læra á mataræði og síðan, þú veist, hvernig búðunar eru settar upp, hvað er inn í mataræðinu, búið að setja olíur og sykur allt í þetta, ég hef bara ákveðna að þetta er eitthvað sem ég er búin að aflæra, ég bara skil þetta. Já, ég veit það og sko ég held þetta sé svona, þetta er örugglega klárlega bara eitthvað svona blanda af, þú veist, þetta með ábyrgðina, skilur, þú veist, þú veist, hvar eitthvað skonar, þú veist, liggur eitthvað skonar ábyrgð eða eitthvað, þetta er auðvitað bara blanda, en það er klárlega þannig að það er náttúrulega verið að markaðsetja, þú veist, alls konar eitthvað dót sem að, þú veist, er ekki gott fyrir okkur og þá bara svona myndi maður óska þess að bara hinn almenni borgari, þú veist, hefði x mikla kannski bara vitneskju til að bara, ég veit ekki, bara lesa innihaldslýsingu eða sækja sér, þú veist, fróðuleika á netinu, en þú veist, það hafa bara ekki allir áhuga á því, það hafa ekki allir, þú veist, það er kannski, þú hefur bara áhuga á okkur öðru og þá setur upp tíma í það og það er auðvitað bara eðlilegt, þannig að þetta er kannski bara spurning sko, þú veist, þá er það kannski líka bara verkefni þeirra sem eru í, þú veist, þessum geira, þú veist, næringafræðingar, þjálfarar, markþjálfar, eitthvað svoleiðis að þá miðla þeim fróðuleik sem þeir hafa hverju sinni á einföldu áhuga, þú veist, á áhugaverðan máta til þess að reyna að upplýsa fólk. Ég er algjörlega sammála því. Já, þú veist þess áður eða ekki. Ímyndaði þér að það væri ekki hægt að dæma þig og gæti þess að frá einnig skoðun sem gæti verið túlkuð sem óvinsæl öðrum. Hver er þessu óvinsæl skoðun? Ok. Sko, sem þjálfari þá náttúrulega bara þetta er náttúrulega þannig þegar þú hefur áhuga á okkur þá pæluru í því hjá öðrum, skilur mig og ég hef áhuga á styrktarþjálfun, ég hef áhuga á matræði, þú veist, mér er gaman að fara í búð og kaupa inn mat og svona og þú veist, ég svona bara ósjálfrátt kíki onni, skilur, matakörfur hjá konunum sem stendur við hliðina á mér af því að þú veist, ég pæli bara mikið í þessu og ég pæli mikið í því hvernig fólk beitir sér á æfingu og mér finnst of margir til dæmis á, ég ætla að fókusa meira bara á á líkams á styrktarpartinn í þessu svari hérna hjá mér. Mér finnst of margir vera að flýta sér í gegnum æfingar. Mér finnst vera of mikill fókus á sérstaklega í svona hóptímum að keyra og mér finnst að þá kannski að þeir sem eru líka að því að ég veit að það er erfitt, þú veist, ég fekk til mín daginn fullan sal af fólki, 35 manns í tíma og ég var alveg bara svona, oh my god, ok, þetta verður alveg, þú veist, ég þurfti alveg bara að leggja línurnar fyrir tíman, bara, þú veist,
bara þeir eru mörg, þú veist, ég hef ekki unnið með ykkur öllum áður, bara ég bið ykkur, bara þú veist, farið rólega, þekkið ykkar mörg, veljið léttari þyngdir, en ég held að sé stundum bara svona, það er tónlist, það er læti, það er stemning, þú veist, fólki langar aðeins að, þú veist, pússa sig og já, meðist vera unnið ofrætt, keyrt ofrætt í gegnum of margar æfingar og hugsað kannski of lítið hvernig er hægt að aðlaga æfingar og hjálpa fólki að öðlast sjálfsöryggi sem að mun alltaf, þú veist, benefita þau þannig að þeim líður betur, þau styrkjast meira og betur og upplifa sig öruggari á æfingunni, fattar mig. Ég ætla þetta ekki alhæfa, að sjálfsögðu ekki og bara þeir þjálfarar og þeir iðkendur skilur sem pæli þessu, þeir bara vita af því, en þú veist, auðvitað líka er þetta bara aftur skilur, kannski hefur bara einhver ekki fengið nógu góða kennslu eða ekki sótt sér nógu mikinn fróðleik en já, minnst það svolítið svona fólk verður kannski svolítið svona hrifið af stemningu, veist, persónuleikum og peppinu en kannski gleymir svolítið gæðunum fræðslunni og skynseminni af og til. Ég skil hvað það fara, þetta er einhvern veginn þannig eins og bara ég fór í CrossFit á sín tíma þá, ég gerir náttúrulega bara flestra einhver all-in, skilur mig þá var maður kannski bara að fara í síru 4-5 viku og ég hugsaði með mér, þetta er ekki holdt, skilur og þú veist, getur ekki verið holdt. Er þetta ekki þegar að þú og Finnur voru að fara í CrossFit? Jó, bara var það ekki þegar við tókum eitthvað vót og Finnur Jú, ég bara þetta var eitthvað rétt stöðu dæmi, ég hef aldrei hitt svona margar endurtekningar á ævinni. Réttstöður, clean og var það ekki push-press? Jú, þetta hét eitthvað, þetta var eitthvað svona stigavinna eða eitthvað. Þeir eru svo Finnur, sko. En ég skilði svo mikið að ég held að séu margir þar, sko, og þú veist, sem ganga á skrokkinu á sér og Ég var þarna sjálf, sko. Ég er ekki að taka mig út úr myndinni, sko. Bara alls ekki og þú veist, ég átta mig alveg á því að þú veist, ég hef að sjálfsögðu bara þetta sem ég vinn við, þannig að auðvitað kafa ég meira onni í þetta og ég svona læri meira og pæli meira í þessu að því að þetta er bara vinna mín og ég er að sækja mér markvist fróðleik í þessu og eitthvað sem er ekki þar, auðvitað kann hann kannski bara ekki nógu vel ekki gera kettlebellasveiflu en fer inn á æfingu skilur þú veist og á að gera 40 kettlebellasveiflur þú veist kannski á þú veist tempói eða eitthvað svoleiðis þú veist í stórum hóp og þú veist það getur náttúrulega bara verið svolítið riski, sko. Já, ég held líka bara, þú veist, vantarlega snýst hversu bara mikla reynslu og hversu mikið þú dýftir onni, þú veist, og hversu mikla þekkingu þú ert með í þessu. En síðan held ég líka, þú veist, nálgunin þín, þetta er viðráðanlegt, skilur þú? Já. Og sérstaklega fyrir fólk sem er svona, þú veist, sem hefur litla þekkingu í þessu, skilur þú? Til dæmis, eða er bara að byrja, eða er á svona fyrstu skrefum, eða vill bara líða vel long term, skilur þú? Það held að þetta sé viðráðanlegt og þú finnur þetta sé viðráðanlegt þá finnur þú verður líðari, þú verður sterkari þú getur verið í stöðun lengur þú gerir það verkum að þú bara ég bara gat þetta það er svo sterkur hvati sko. Sen getur þú byggt kannski bara hægt og bítandi á það þú ert búin að læra sveiflunar skilur þá getur þú kannski fara að taka 40 á undir 5 mínútum eða whatever skilur en fyrst er náttúrulega bara ná tækninni svo varst að tala sko. Ég held að allavega og ég vil líka koma því á framfæri sko, að þú veist ég er sjálf sko bara endalaust að læra og ég horfi stundum á sko myndband af, þú veist, ég geti örugglega fundið myndband af mér í símanum mínum að gera ykkur æfingu fyrir sko 2 mánuðum síðan og ég geti gagnrýnt mig sjálfa á þeirri æfingu, fattar mig, að því að þú veist, ég er bara sjálf meira þess að núna í svona pínu online námi, skiluru, og ég er sjálf að sjá bara mistök, þú veist, eitthvað svona sem ég gæti gert betur þó sem ég hafi verið að gera það fyrir 2 mánuðum, fattar mig, þannig ég er ekki að taka mig út myndinni hér, sko, en markmiðið mitt alltaf allavega sem leiðbeinandi eða sem þjálfari, hvort sem hann tengist þá, þú veist, að ég er á styrktaræfingum eða eitthvað svona í tengslu með mataræði eitthvað svoleiðis, er bara að byggja upp sjálfstraust og svona grunnþekkingu eða þekkingu hjá iðkandanum, þannig að hann til dæmis geti labbað inn á æfingu, þú veist, hvort sem það er hóptími, einhver engatími eða bara sjálfur ræktin eitthvað svoleiðis, eða inn í matabúð og hann upplifir sig öruggan, hann þekkir sín mörk, hann kann að lesa innanslýsingar, hann veit hvað er næringaríkt fyrir sig en hann er samt ekki að banna sig neitt og ef hann, þú veist, líka hugafarið er svo mikilvægt sko að að ekki ákveða eitthvað sé, þú veist,
eitthvað bannaði eitthvað svoleiðis. En líka sérstaklega í æfingunum að sko að þessi manneskja sem kannski búin að vera hjá mér í einhvern tíma, svo hættir hún kannski hjá mér í þjálfun og fyrir eitthvað annað, að hún búið þá yfir einhverju þekkingu sem hún getur tekið með sér þangað og hún þekki sín mörk, hún kemur kannski inn í tíma sem eru 40 manns og það er mikið í gangi og það eru thrusters sem er hnépi og axlapressa og hún var kannski að gera thrusters fyrir 2 dögum, þá veit hún, já ok, ég ætla kannski bara að taka 2 létt handlóð í dag eða ég ætla að skipta thrusters út fyrir þetta af því að eða ég ætla að taka ég ætla að vinna aðeins hægar í dag því ég finna að ég ekki, skilur það, því að hún er búin að læra að hlusta á líkamann, hún er búin að læra að beita sér aðeins betur og eitthvað svoleiðis. Fattar þau? Algjörlega. Í pínu forritunum mataræðis pælinguna. Í tengslu við þetta? Já, bara því ég var að tala að sest, markmiðið mitt er alltaf bara að sest, byggja upp sjálfsöryggi. Þannig að manneskja sem hefur verið til dæmis hjá mér á netnámskeiðinu mínu, alvöru matur og geðsvefn, að hún upplifir sig sem sagt, öruggari þegar hún mætir í matabúð, að hún labbi ekki inn í matabúðuna og er bara, þú veist, oh my god, hvað á ég að kaupa, hvað er, þú veist, eitthvað hollt, hvað er óhollt, hvað, þú veist, að hún labbi inn og hún veit bara, þú veist, hvað er næringaríkt, hvað er kannski síður næringaríkt, kann að lesa á innihaltslýsingar, finnst kannski gaman að fara gegn búðina, en er samt, þú veist, líka, hvað ég segja, sérst, áhersla mín er alltaf, sérst, ég sérst kalla þetta nástformúluna sem er næring, ánægja, setta og tilfinning og þú veist, næring er til dæmis ekki bara líkamleg, heldur líka félagsleg, þannig að segjum að fara að bjóða í matabóð og þið langar að bjóða upp á snakk og súkkulaði, þá bara kaupir snakk og súkkulaði, skilur það, því það er líka félagslega næring, fattar mig, en svo ertu kannski með grilla lambakjöt og rótagrammiti í matina því að það er líkamlega næring, skilur mig, þannig að þú bara svona ertu með einhvern veginn svona þú ert með sterkara hugafar þú lappar ekki inn í búðuna og kaupir bara allt sem þú heldur að sé hollt og bara ekkert óhollt af því það er bannað fattar mig Ég þoli ekki bannorð þú veist, bara skapa svo mikið núna já, og bara svona, þú veist ásett ekki að flokka mat og mikið í þú veist, hollt eða óhollt heldur meira fókus á bara heildamyndina, heilt yfir er ég að næra mig vel þannig að flest sem að fer hún í körfuna mína veit ég að þú veist, næringar þétt fæða en svo veit ég líka að ég vil ekki banna mig neitt að því ég vil ekki byggja upp eitthvað skona hræðslu við eitthvað ákveðna fæðategundir en ef mér langar snakk, þá kaup ég mér snakk ef mér langar súkkulaði, kaup ég mér súkkulaði fattar þau? Og burt með þessa sko, nú ætla ég bara að segja, fyrsta lagi, þú nefndir skömmin á hann burt með þessa fjárhagskömm sko, þú veist, þóttu fekkst þér of mikið að snakka, þú fórst ekki að þessa æfingu, skilur það kemur dagur eftir þennan og þú getur bara fengið minna snakk þá næsta dag eða bara tekið pínu æfingu næsta dag og að vera, það er bara til ég skil að berja sig niður, manna best sko held ég, þú veist, en bara burt með þetta og burt með líka allt eða ekkert hugsununa bara heyrðu, ég get alveg fengið mér snakk og súkkulaði með vinum fyrir lambakjötið, en sem getur bara fengið mér lambakjöt og rótagræmiti, skilur, sem er bara hollt, skilur. Og líka bara með, þú veist, matur er matur. Þú veist, matur er matur og heilt yfir nærir þig vel, þú veist, setur næringu í forgrunn og næring emitt líkamleg og félagsleg þú veist, það held ég bara, maður sé svona heilt yfir góða málum, sko. Síðan líka fyrst mér það sem hjálpa mér allan, eins og gær fór í matabóð og þar var ég að borða eitthvað, þú veist, einhverjar stundum bara sósur sem voru einhverjar olíu sem ég vildi ekki borða og síðan var bara ís eftir og ég fenn bara gúffaði mig ís, bara gúffaði mig og bara fannst mér það gott, skilur og síðan vaknaði daginn eftir, gamli beggi hefði bara helvitis hálfvit nú skalt þú fara á æfingu nú skalt þú bara refsaðar og taka bara ekstra í gimminu en ég hugsaði bara djöfull er næs að vera bara að hafa borðað svona, þú veist bara mat sem ég myndi ekki kjósa venjulega til að nýta sem orku í að taka bara alvöru lífstengar æfingu núna og bara svona, djöfull er ég ánægð með þetta bara að hafa alvöru orku í gimminu núna að nýta þetta bara svona í framhaldinu staðin fyrir að berja sig niður og refsa sér basically. Já, þetta er vantilega eitthvað vinna sem að þú er lagt í þetta, skilur. Já, 100%. En ég hugsa bara svona, fyrst og fremst, sko, það sem ég geri eins og að matanámskeiðinu hjá mér, er bara að sýna þeim sem að vilja taka þátt í þessu með mér, bara einfaldleikan og fegurðina á bakviða að bara búa matinn sinn til, að bara nota eldhúsið sitt og
bara í alvörunni sýna að þetta þarf ekki að vera ótrúlega flókið eða ótrúlega tímafrægt og bara fókusa á bara einfaldar máltíðir, fá og góð hráefni, þú veist, bara eins bara næringarríkt og hægt og og bara fókusa vel á hugafarið. Það skiptir svo miklu máli, sko. Alveg 100%. Ég held að það sé bara grunnurinn að hugafarið hvernig þú hefur hugafarið tengslu við hreyfinguna eða mataræði, skilur. Tvennt ólíkt að vera hreyfa sér til að líða vel eða hreyfa sér til að refsa sér, sko. Algjörlega. Absolutt. Hvaða nýja trú, venja eða hegðun hefur bætt lífið hvað mest undanfarin ár? Sko, mér hefur alltaf þótt mjög gott að sofa, sko. Það eru svona rúm 2 ár síðan að við fórum að teipa á nóttunni. Þú teipar eða ekki? Eða hefur gert það? Jú, ég hef gert það, já. Það er allavega einhvers konar hegðun, eða venja kannski er það van líka, sem að mér hefur allavega þótt hafa jákvæð áhrif og bara svona að vera meðvitaðri bara öndun og ég man svona fyrst þegar ég sá eins og Rafn Franklín, hann var að teipa, ég sá eitthvað á Facebook fyrir 4 árum og maður var bara hvað er gangi? Hvað gaur er þetta og hvað er hann að gera? og og eitthvað svona og þú veist, og maður er að hugsa eitthvað svona eitthvað öndun og eitthvað, þá er maður bara eitthvað svona þetta er eitthvað svona, eitthvað jóga, dúsh eitthvað sem ég þarf ekkert að pæli, ég er bara að lifta og ég þarf ekkert að pæli þessu en auðvitað er þetta alltaf bara grunnurinn að sem við gerum alltaf og bara ef þú andar betur þá hreyfir þig betur og ég fór svona markvist á bara þessum tímapunkti kannski fyrir 2 árum að pæla í öndun, að pæla í þú veist, að teipa á nóttunni og líka vera meðvituð öndun á meðan ég er að æfa og þá alltaf svo, í takt við lyftunar, þú veist, hvernig á ég að anda í axlapressu, hvernig er best fyrir að anda í restöðulyftu, hvernig er best að anda í hnébeyju, þannig að það styrki alltaf hreyfinguna mína. Þannig að það er allavega klárlega eitthvað sem að er einhver hugsun sem er til staðar sem að var ekki til staðar áður, sem að hefur alveg örugglega, myndi ég halda, bætt lífið mitt eitthvað, sko. Já, þetta er mjög áhugavert. Ég las hérna andardráttur eftir James Nestor held hann heiti. Já, Breath, já, ég hlustaði á hana einmitt. Hún er þegar hann tók 10 daga þar sem hann lokaði fyrir nefið á sér. Ég hlustaði á þetta, sko, og ég var alltaf bara svona, að því hann var alltaf að lýsa í hvernig hún leið, bara þú veist, hann var með svo hrotur og kæfisvefn og hann var blóðþrýsting og öran hjartslátt og mér bara svona leið bara genuinely illa að hlusta á hann tala um þetta, sko. Já, ég er algjörlega sammálaður og líka, þú veist, bara þetta að öndum 25.000 sinnum að dag eða eitthvað. Já. Þú veist, ef mataræði er mikilvægt við borðum svo mikið, en öndun líka, þú veist, við gerum þetta hverju einasta augnablikki og flestir anda ofgrund og jafnvel með munnunum en sem hann segir bara, fullkomin öndun er bara 5,5 sekúnda inn nefið og út nefið sem, ég er að reyna að einhvern veginn að nálgast. Já, ég er alveg örugglega ekki þar, sko, alveg bara pottið ekki. En þetta hefur bara beint áhrif á lífeðlisfræðina, skilur, bæði á nóttinu og teipa fyrir frá munnin, skilur, þess að anda með nefinu og líka bara anda eins hægar og inn og út Já, líka bara svona heilbrigði munnholsins. Já, og hvernig tenninu hennar eru og hvernig kjálki hennar er og algjörlega. Og mér finnst líka bara svo bara frábært að skoða allt sem bara kostar ekki neitt. Þú veist, ég nota teip sem ég nota kostar 200 kall í apóteki eða eitthvað, en þú veist, það nýtist í bara margar nætur í röð og það er hægt að kaupa eitthvað alls konar típur og eitthvað sem er hægt að nota aftur eða eitthvað, en bara svona eitthvað svona sem er bara svo einfalt, kostar ekki neitt, bara eitthvað svona pæli öndun, bara eitthvað svona þegar þú ferð í göngutúr, lokaðu markvisst munninum, skilur, ef þú ert á rólegri æfingu reyndu að anda bara með nefinu þú veist, skilur, bara eitthvað svona sem er ekki eitthvað að þú þarfst að kaupa þú veist, þessa græju og svona búnað og þetta og allt, skilur, og svo sé alveg gaman kannski að kaupa sér eitthvað dót ef maður er að gera eitthvað, en bara, þú veist, og yfirleitt alltaf svona það sem að
er best fyrir okkur, þú veist, bara að fara út í dagsbirtu á mótnana og slökkva ljósin á kvöldin eða dimma ljósin eða eitthvað svona, þú veist, þetta er allt eitthvað svona sem bara kostar ekki pening. Nei, og tildulega einfalt ef fókusur á eitthvað eitt í einu. Já, og bara svona raunhæft og fólk, þú veist, þetta er eitthvað svona sem allir geta gert. Og kannski líka sem tengist þínu skilabóðum að þú veist, maður þarf ekki að hafa allt á hreinu að vera með besta búnaðinn eða þú veist, með alla þekkingunum matarinn til þess að byrja vegferðina, skilur. Já. Því að ef maður er allar að, þú veist, ofugsa það, þá fer maður aldrei á stað, sko. Þú veist, það er ekki að vera fullkomna öndun til að æfa eða anda, skilur. Nei. Eða bara ég ætla að anda á rólegri æfingu, það getur verið korter af klukkutíma æfingu, skilur. Já, nei, ég meina bara göngutúr og loka munnum, skilur. Ég var með að hlusta á smá viðtal við Ido Portal í gær, hann er svona mjög stór svona movement sérfræðingur og hann var að tala um að sko, hvernig orðan þetta, að þess að þeir sem að geta æft sig með í rauninni, þú veist, það er erfiðast að vera, skilur, fær að hreyfa sig með engan búnað. Skilur, þú þarft alltaf að vera klárari og klárari eftir því ég sjóðast með minni búnað. Fattar mig? Þú veist, þú þarft ekki að eiga, þú veist, hnébeygjurekka og allar stærðir af bjöllum og skilur þú veist, til þess að fara að byrja að hreyfa þig, fattar mig? Þú veist, það getur verið bara, það er ekki need to have, það er nice to have, fattar mig? En þú veist það bara sjálfur, þú kemst upp með hellinga og með eina bjöllu, eða bara eigin líkamsþyngd, skilur mig, og getur bara tekið 10 mínútur af einhverju og fara svo í göngutúr. Þannig að maður þarf ekki alltaf eiga allt, sko, til að byrja. Þetta er góður punktur. Mér finnst ég læra inn að því COVID-inu, sko, að ég var svo þrjóskur, ég hugsa, ég ætla ekki að láta þetta djöfisins kjaftaði stoppa að ég hreyfi mig, sko, þá var náttúrulega bara mann maður með bjölluna og lærði eitthvað inn á hana og notaði bara stólinn sem Bulgarian squat og bara, þú veist, tók sófan og voru að taka hérna æfingu fyrir hamstringin. Oh my god, þegar maður var að sjá vídeo af fólki, sko, bara, þú veist, að taka bara 200 kíló réttstöðulyfti bara með hangklæði á stofugólfinu heima á sér, skilur, undir plötunum, bara svona, oh my god svakalegt, sko. Ef þú mættir einungis koma einu skilabóð framfara út lífið til annan eins líka, hver var skilabóðin? Oh my god einu skilabóði ok maður hugsa náttúrulega alltaf svolítið út frá sjálfum sér og ef ég ætti allavega svona að vilja ítreka eitthvað svona við sjálfa mig og svona það sem að ég hef séð svona bara í gegnum það sem ég hef farið í gegnum í mínu lífi þá myndi ég vilja segja bara byrjaðu á þér ég á vissulega 2 börn 2 yndislega stráka og það er stórt og mikið verkefni að eiga börn og það er mjög oft sem að maður setur þau til dæmis að sjálfsögðu fram fyrir sjálfan sig en það er bara svo mikilvægt að hlúa að sér gefa sér rými og bara ekki gleyma sjálfum sér þannig að í rauninni sama hvað það er þú veist, ég verð alltaf að vera allavega svona x mikið í lagi til þess að ég verði bara betri móðir betri kærasta betri vinkona og allt þetta sko Þegar maður tekur tíma fyrir sjálfan sig það er maður bara að sinna með hlutverkinu sinni og öflugri manda skilur Já og bara svona veist, það getur litið út á svo mismunandi vegu sko, þú veist, ég held að þú veist, þetta þarf ekkert alltaf að vera bara eitthvað svona að þú bara, þú veist, alveg margir tímar á dag þar sem að þú ert bara einn einhvers staðar að gera eitthvað, þú veist, þetta er bara svona að þú sérst alltaf að einhverju leiti að kannski setja þig í forgang, þú veist, ekki gleyma að borða, þú veist, að því þú ert bara að gefa börnunum einum að borða, þú veist, ekki húsið má alveg vera pínu í rúst skilur ef það þýðir að þú nærða fara að taka æfingu í staðan fyrir að taka til þetta er allt, bara svona litlir hlutir bara svona þannig að þú sérst bara að segja þér að þú skiptir máli Algjörlega og ég líka ég lærði svolítið öðru síðu með þú veist, hvað er þú veist, sjálfsást nei, já að þú veist
að sjálfselska, Já, mér finnst já. það svolítið neikvætt orð, en Já. ég lærði það að, þú veist, þegar maður hugsa sjálfa sig, hvort sem maður bara, ég get bara, nú ætla ég að fá mér að borða eða gefa mér 10 mínútur í að fara göngutúra, whatever, og þá verður rauninni betri útgáfa þér Já. og þú hefur betri áhrif á aðra, þannig að það í raun að veru sjálfselska, skilur, Einmitt, ég held og að það þetta ekki bara jákvætt þá? Já, ég held Alveg. sko að allar mömmur tengi við það að maður þú veist, alltaf að tala þetta svona mömmu samviskubit að þú veist einhvern veginn alltaf með svona pínu samviskubit gagvart börnunum að því að þú veist, þú ert alltaf að hugsa hvað vantar þeim, þú veist, eru það að fá allt sem þau þurfa og ef að þú segjum bara að þú ákveðir að hérna, eitthvað, ég veit ekki taka þér dag og fara eitthvað eða gera eitthvað, þú veist, að þá hérna, getur upplifa svona samviskubit skilur til heimilisins eða eitthvað svoleiðis eða til barnana sem að náttúrulega, þú veist náttúrulega að sjálfsögðu eins og ég og Finnur fórum til Prag daginn í 3 daga og þú veist, strákarnir voru bara í svo góðum málum á meðan við vorum úti en mér fannst samt svo erfitt að fara Jökull var náttúrulega bara lítill og eitthvað en hérna en auðvitað þetta náttúrulega bara svo kemur maður tilbaka og maður bara orkumeiri þú veist, maður einhvern veginn bara miklu meira umburðarlyndi, þolinmæði bara maður búin að gera eitthvað svona alveg fyrir sig og hérna og ég held að það sé bara allir í betri málum eftir það sko Algjörlega, þetta sé góð loka orðindi Já, var það ekki bara Þakka reynilega fyrir að gefa þér tíma til að koma mjög Já. gaman að spjalla við þig eins og vanlega Já, sömuleiðis. Mér hlakka til að hérna fylgjast með þér áfram og spennandi hlutir Já, í framtíðinni. já, sömuleiðis og gangi þið vel í náminu Beggi. Takk einnig. Mikilvægt. Legðu þitt að mörgum til að gera beiguna betri stað.